Já, góðan daginn. Í fyrsta lagi þá sjáu þið kannski ég var að setja inn síðasta skilaverkefnið. Það voru nú einhver sem voru að biðja mig að setja fljótt í vikuna þannig að ég geti unnið það. Ég var svolítið vafa hvað ég ætti að setja inn sem síðasta skilaverkefni þannig að þessu ákvað að setja þetta inn. Þetta í sjálfu sér efni sem ég búin að fara yfir þannig að fyrst að ég setti þetta verkefni inn þá hefði ég svo sem getað sett það inn nokkrum dögum fyrr. En að ég ákvað að keyra þetta svona. Ég held satt að segja að þetta verkefni eigi að vera svona þokkalega viðráðanlegt skulum við segja. Þannig að það getur vel verið ef einhverjur hefur að því þá voru sem sagt 5 verkefni sem gilda að þá þetta fara aðeins tilbaka. Af því það eru sem sagt 5 verkefni sem gilda þá er tækifæri held ég til að skila 7. verkefninu og ef hefur komið eitthvað illa út einhver annar verkefni þá er þetta taka þetta. Nú og náttúrulega menn fá æfingu í þessu hvort sem menn hafa skilað allir með ekki áður. Við vorum að fjalla síðast svo og þetta vorum að fjalla innan Money klassa og við vorum að nota hann til þess að sýna hvernig við yfirskrifum virkja og hvað við erum að gera þegar við erum að yfirskrifa virkja. Og ég hafði þann háttinn á að ég tók sem dæmi úr bókinu og það var tilbúið fyrirfram. Ég veit ekki, mér sýndi svolítið á þessum menn væri kannski ekki alveg átt að sjá hvað ég var að gera og það er kannski betra að taka þetta þannig að maður reyna að gera þetta bara skref fyrir skref á töflunni. Þannig að ég ætla að nota þennan landklassa sem við vorum með. Ég ætla að fara að gera bara svipaða hluti en bara að gera þá í rauninni 1 atriði í einu. Það er ýmislegt sem að getur komið upp á þegar við verum að þessu og ýmislegt sem þarf að hafa í huga. Þannig að það er kannski ágætt að gera þetta frá í rauninni grunni. Þannig að það sem ég ætla að gera, og reyndar, ég er búin að setja hérna inn, sjáðu það stendur landoperatorar. Það er í rauninni skjalið sem ég gerir ráð fyrir, eða það verði eitthvað nálægt þessu skjali sem að verði til þegar ég er búin að gera breyting. Ég ætla að byrja með þessu það stendur þetta landklass með nokkrum föllum og í rauninni búa til eitthvað skjal sem að líkist þetta það sem stendur landoperatorar. Þannig þið þurfum svo sem ekki endilega að elda eða þannig meðan að ég er að gera þetta, það er sem skjalið, ég verð eftir hvernig gengur, en það verður væntanlega skjal sem er eitthvað líkt þessu, þarna landoperatorar þegar við erum búin að þessu. Ein spurning. Já. Í seinna klukkuverkefni á meini að vera void eða eint? Á að vera eint, er void. Er void í ensku dæminu? Já, þetta er út af því að þetta er dæmi sem ég notaði áður, þar sem var áður í C++ þá gátu föll verið bæði, main fall verið bæði void og main og nú er búið að breyta staðlum, þannig að á alltaf að vera eint. Þannig að ég hef greinilega, ég tók eftir þessu þegar ég var að skoða þetta dæmi að ég hefði verið áður með void, þannig að ég breyti þessu í eint, en ég hef greinilega ekki fattað að breyta í enska textan. Þannig að það á að vera eint. Takk fyrir, ég skal laga það. Hvað með outputið? Býtu, nú veð ég að rifja upp ég ætla að skoða þá verkefnið. Þetta er dæmatímaverkefni 10 þekki sem við erum að ræða um. Búið til klassan bíl, hann á innihalda einkenni þetta, bílnúmer sem við fylgi, búið til skrifið falli birta, útfæri klassan. Býtu, hvað segirðu, hvað með outputið? Nei, bara afskrift ársins. Bara afskriftin núna, 2012. Fleiri spurningar? Ok. Ég segi að þeir sem heyrðu þetta ekki kannski, þá verður að spyrja hvort að afskriftin sem ætti að birtast, hvort að þetta birtast afskrift allra ára ef þetta verður eldri bíl. En svarið var sem nei, við ætlum bara að fá að birta afskrift viðkomandi árs, þar að segja
nú var 2012 þannig að við myndum bara birta afskrift hvaða afskrift núna. Hérna, en ok, ef við kíkjum á verkefnin sem við vorum með eða þarna landklassan. Hvað þetta undir annað efni? Og ég ætlaði sem þetta að opna þetta hérna landklass með nokkrum föllum og það sem ég er að fara að gera að búa til eitthvað svipað eins og stendur hérna landoperatorar. Þannig að ég ætla bara að opna þetta, segja open. Ég veit ekki hvort ég get alltaf að opna hitt til að flýta mér ef ég sé að tíminn fyrir að renna alltaf frá okkur. Sem sagt það sem er málið að við erum hérna með eitthvað hérna, hér stendur land Ísland, land Danmörk og kannski ég segi hérna, ég ætla að búa til segi hérna bara land eða Ísland.lesa til að hérna til að láta notandan slá inn einhverjar upplýsingar Ísland og svo getum við sagt Ísland.birta og þá erum við bara að keyra núna lesa fallið og birta fallið fyrir hérna þetta fyrir sagt landið og munum sem sagt landið í þessu dæmi það hafði íbúafjölda, stærð, nafn sem var karakterfylki og álfan sem það tilheyrir sem var string og svo gátum við núna væntanlega keyrt þetta þýtt þetta allir að byrja með og þá fá einhver villu hvernig ég vilja nú að hjá mér já, þetta 10 punktur hérna takk fyrir hjálpina gott að trausta menn ok og allavega það þýðist upp núna og svo rönnum við þetta og þá væntanlega bara spyrðum hérna nafn, það spyrum nafnans landsins og það spyrum hvaða number of inhabitants ég segi hérna innan ekki sláin allar rastli hérna kontinent ef af svona og svo þannig að land.ísland.birta það birtir þessar upplýsingar og það er það sem við ætlum að gera núna þegar við vorum að vinna með hérna að yfirskrifa virkjana að þá í staðin fyrir að segja til dæmis Ísland.birta hérna að þá bara kommentera það út í staðin fyrir að segja það þá ætlum við að segja sem sagt sé át Ísland eða eitthvað þvíumlíkt og þetta er kannski eða ekki líkara því sem við erum vöna að gera ef við ætlum að skrifa á tilvik á einhverju að þá notum við bara sé át til þess en þá komum við þetta ok, hvað þurftum við að gera til þess að þetta væri hægt þá þurftum við að útfæra þennan virkja hérna sem að skrifar út hvernig útfærðu við virkjana það var, við þurftum fyrst að yfirlýsa eitthvað frendfall var það ekki og ég ætla þá að yfirlýsa eitthvað kannski setjum við einhverja virkja hérna eða operatorar og hvernig yfirlýstu við sögum þá að vera frendfall þannig við segjum þá frend og hvað koma eftir hérna frendinu var það ekki tag á skilagildi nú ætlum ég að byrja á því að segja bara já þetta er bara eitthvað sem við sögum þetta virkar eins og hvað birtafallið sem er bara void fall þannig að segjum bara virkin sé bara void hann skílar ekki neinu og nú síðan kom nafnið og hvað virki sem að heitir píla heitir operator píla eða ekki þannig að þá segi operator og þetta var sem sagt úttaksvirkin sem við ætlum að vinna með og það er þá svona og hvað sögum við þegar við vorum að útfæra virkjana að þá sem sagt þetta er þessi virki hérna vinstra megin við setjum fyrst færibreytuna sem fer vinstra megin inn virkjan það er greinilega þessi straumur sem heitir sé át og það er einhver warstream eða ekki hægra megin er eitthvað tilvika á klasanum land og þá segjum við ok þá skulum við fara og gera það og setja inn sem sagt operator hérna hvað vinstra megin sem það ætti að vera straumur warstream hérna það ekki það var úttaksstraumur og við þurfum að hafa það sem tilvísun hérna svona og
við getum kallað hann eitthvað, hennan straum. Ég man ekki, kallaði hann ekki outs eða eitthvað, skiptir svo mikið máli hvað hann heitir, outstream. Og nú síðan kemur hin færibreytan sem er þá hægra megin virkjan eða ekki, og það er hérna eitthvað land, ég ætla að kalla það LND eða eitthvað þvílíkt. Og síðan vorum við byrjuð á því að sem sagt setja inn konstant færibreytur, þannig að af því að landi á ekki að breytast, þá ætti ég að prófa að setja hérna, eða býðum með það, við höfum þetta bara svona. Sett, við fáum hérna inn eitthvað land sem ég kalla LND og þá er ég ekki búin að yfirlýsa þetta fall sem á að koma í staðan fyrir virkjan, pílu-virkjan. Og þá get ég kópera það, ég ætla hérna að kópera þetta og setja niður, bara útfæra þetta hérna fyrir neðan. Og þannig ég peista hérna, hendi út semikomunni, hendi út hérna þessu bíli og svo ætla ég að setja inn slöfu svo ég opnast og lokast. Og þannig að hér ætti ég þá útfæra fallið. Nú hvað sögðum við? Þessi úttaksvirki, hann er alveg eins og birtafallið. Þannig ég ætla að bara taka innihaldið í birtafallinu og smella því þannig í staðinn. Og ég hef ekki þurft að hafa þessa slöfusöga, þeir koma hérna með svona. Og þá er ég komið með eitthvað svipað eða ekki birtafallinu. Það er eitthvað sem við þurfum að snirta til þarna eða að gera öðruvísi. Eru þið með tillögur? Ef við prófum að þýða þetta þá sé að komi eitthvað að. Þannig kemur einhver error á drasl. Í fyrsta lagi, þetta friend, að það þarf bara að vera í yfirlýsingunni. Við erum bara að segja að fallið sé friendfall klassans, þess vegna setjum við inn í yfirlýsingu klassans eða ekki. En það hefur enga merkingu þegar við erum að útfæra fallið að segja þetta sé friendfall, af því að þetta er bara venjulegt fall. Þannig að friend lykilorðið, það kemur þá bara í yfirlýsingunni. Nú, hérna við sögum þetta væri eins og birtafallið. Við sjáum í birtafallinu þá setjum við þetta land 2.2 til að segja að þetta er fall í klasanum land. Mundum við þá gera eitthvað slíkt í sama fyrir þetta hér? Hvað segjum við það? Væri það eðlilegt eða ekki eðlilegt? Þarf það að vera friend? Nei, það þarf ekki og má ekki í rauninni. Vegna sem muniði, hérna friendfall, við sögum, það er eitthvað fall sem er ekki í klasanum en hefur aðgang að præfalliðum klassans. Þannig að þetta er bara svona til að hnykkja á því að þetta er ekki fall í klasanum. Þetta er vinafall klassans en þetta er ekki fall í klasanum. Þannig að það á ekki að vera land 2.2 hérna. Það er bara svona. Ok? Eitthvað fleira sem ég heyrði að það voru einhverja tillögur, ég heyrði samt ekki hvaða tillögur, það er eitthvað fleira sem við þurfum að gera, breyta. Skipt út sem sagt kátt fyrir áts, það er rétt. Svo fyrir ég allt í einu að hugsa, glemdi ég því ekki hérna í dæminu sem ég setti niður. Við þurfum að gera það. Fleiri tillögur, svona góðar eins og þessi. Já, akkurat, við þurfum að segja hérna LND punktur, sem sagt, áðan þá var birtafallið fall í klasanum eða ekki, og við erum að vísa til, sem sagt, breytunar, sem að þegar við köllum á birtafallið, þá segjum við Ísland.birta, eða ekki. Og þessi liðir koma með þegar við segjum Ísland.eitthvað. Þegar við köllum á þetta fall, þá segjum við ekkert Ísland.eitthvað. Við erum að senda Ísland, eða hvaða land það er sem við sendum inn, erum við að senda inn sem færibreytur. Þannig að við verðum að bæta við hér, þetta hér, LND hér. Við erum að segja, við ætlum að skrifa út C-nafn í þessu tilviki hér. Þannig að við þurfum að segja hérna LND punktur. Og LND punktur, LND punktur,
svona. Við prófa þetta, sjá hvort eitthvað skeður. Nú ætla ég að þýða þetta upp og ég fekk engan error og ekki neitt sem ég pínlítið hissa á, en sem ég bjóst við að fá hérna eina athugasemd viðbót. Ok, það gekk að þýða þetta og þá prófa að keyra þetta og þá segjum við hérna nafn lands, hvað er það, Ísland. Nú er ég væntanlega í lesafallinu, eða ekki? Og number of inhabitants, eitthvað, 1, ég ætla enn ekki að spá eitthvað ástanda þarna. Continent, ég ætla bara að segja ef af. Svona, og þetta skrifast út. Þannig að þetta virkar allt hjá okkur. Ég er svolítið hissa á þetta virki, jæja. Voru þið alveg að hissa? Nei, ástæðan, ég nenni ekki að kannski velta mér upp úr því, en ástæðan fyrir því ég er hissa er svo að hérna fallið þéttbýli er skilgreint sem private fall. En ef við skoðum hérna, ég spáði hvort ég sé að gera eitthvað, operatorinn, hér segir density of country, þá segir land.þéttbýli og operatorinn er ekki liður í klasanum, þannig að ég held að þetta kom að villa þarna að þetta ætti að vera private. Veist ekki akkurat að tala um það að fremdoperator hefði aðgang? Ég var akkurat að tala um það, jú, ég var akkurat að tala um það. Ok, ég er bara með létt Alzheimer. Ok, þannig að þá hætti ég að vera hissa, það er nú gaman. En þetta virkar greinilega þá. Og hérna, en hvað segið þið hérna, skýrir þetta eitthvað betur þar sem við erum að gera frekar en það þegar við fórum yfir hérna money-klassan á töflunni? Ég er svona að vona það var allan á markmiðið. Hérna, en þá voru allan að koma með þetta. Nú þetta er hins vegar ekki alveg eins gert eins og við gerðum áður. Hérna, ég sagði, þegar við útfærðum klassan, hérna, þegar við útfærðum úttaksvirkjan hérna, þennan hérna, þá hafði þetta ekki sem voidfall. Þá sagði ég að það þarf að skila straumnum. Þetta virkar greinilega þó að þetta sé voidfall. En hver er, já. Já. Og myndi svo til þess að gera klasi 1. Myndi það þá nota operatorinn að myndi að skila því? Ef ég myndi nú vera með operator sem að plúsar 2 klasa, svo segi ég eitthvað tilvíka klasanum plús 1, myndi það virka, er spurningin. Já, sem að það myndi virka, já, í fyrsta lagi ég væri búin að búa til operatorinn, ef ég myndi búa til operator sem tekur tilvíka klasanum og integer, í fyrsta lagi getum við gert það. Og í öðru lagi, ef við ættum smið sem að breytir integer í tilvíkaklassanum, þá væri nóg að búa til, þá fattar hann, þá notar hann smiðin til að breyta integernum í tilvíkaklassanum. En ok, af hverju setjum við ekki bara alltaf hérna void, fyrst þetta virkar með void? Og það er ef við skoðum þetta núna, hérna þá ætlum ég aftur að fara í main forritið, hér segi ég bara cout píla Ísland. Ef ég myndi nú til dæmis segja hérna, ég vil hafa endell hérna fyrir aftan, svona, og svo prófa ég að hérna þýða það, að þá núna kemur einhver villa. Og málið er það sem sagt, að hér köllum við á cout, og það bara skrifar hérna, það bara skrifar út, eins og á að skrifa út Ísland, tilvikið af Íslandi, en svo gerir það ekkert meira, þannig að það stendur í rauninni eftir þetta píla hér. En ef að cout hefðu nú skilað tilbaka straumnum, þessum cout hérna, eða það myndi skrifa út tilvikið Ísland og skila svo tilbaka straumnum, þá væri komið hérna cout píla endell.
Fattu þið? Þannig að við gætum útfært þetta sem voidfall, en ef við ætlum að hafa kost á því að setja alltaf fleiri píluvirki hérna á eftir eða kalla aftur á þann, að þá þurfum við að skila tilbaka straumnum, þannig að straumurinn komi fyrir næsta. Þannig að ef við myndum þá breyta því, að þá myndum við sem sagt breyta hérna, hvað er við nú með hérna þetta fall, friend hér, þá ætlum við að breyta þetta úr void hérna og segja þá ostream stream svona ostream operator, og þá þarf ég að gera eins væntanlega í hérna útfærslunni svona svona og þýðum þetta núna og rönnum þetta. Þannig að nú gengur þetta að ég set píla endell. Þannig að þetta er þá skýringin af hverju að við þurftum að ég skiptir ekki máli hvað ég slæði hérna inn. Svona. Að við sáum að þetta virkaði núna. Það var bara aðalatriðið. Sett af því að núna skila í straumnum að þá get ég kalla á fallið á þennan hátt eða kalla á virkjan á þennan hátt með því að með þessi aftur píla fyrir á eftir sem sagt. Hvar var ég nú með innfallið? Það var hér. Ok, þá er næsta mál. Þá vorum við rauninni búin að útfæra þennan virkja sem að virkar eins og hann á að virka, við getum sagt sem svo. Einhverja spurningur þennan, finnst ykkur þetta alveg skýrt? Hvernig þetta er að virka? Það er ekkit krúsíal atrið að geta gert endline, en við vildum, það væri krúsíal og krúsíal. Við getum líka sagt ef við vildum gera eitthvað svona, Danmörk, menn það þarf ekkit endilega að vera endline. Bara ef ég nota píluvirkjun aftur til að skrifa eitthvað út, skiptir ekki máli hvað, að þá þarf ég að gera þetta. Það er það sem er málið. Já, ef ég skrifa 2 mismunandi eintök af sama klassa, já, þá þarf ég að skila straumnum. Eða ef ég bara vil skrifa eitthvað tvennt, ekkit endilega eintök af sama klassa, það getur verið bara, ef ég vil bara kalla á þetta fall aftur í rauninni, þá þarf það að fá strauminn inn. Alveg sama hvað ég er að nota það til að skrifa. Ok. Núna myndi, ef ég vil, ég geti sett hérna 22 eða eitthvað, einhver eintökutölu. Hvað þýðir það? Þá þarf bara að vera til, þá kallar hann á þetta fall með þessu sama nafni, nema þetta fall þyrfti að taka inn strauminn sé átt og einhvern integer. Það er þetta annað fall með sama nafni sem ég er að kalla á þarna. En þetta annað fall með sama nafni verður að fá inn strauminn líka. Það er málið. Fleiri spurningar? Nú, kannski ég held, mér sýnist fólk alveg vera að ná þessu þó að ég ætla að fara aðeins að flýta fyrir mér og eiga taka þetta það sem stendur land operatorar og opna það. Og þá ætla ég rauninni bara að fara í það núna að spá í þennan þessi hér, þetta er þá það sem við getum notað með C-in. Og ég ætla bara að kópa yfirlýsingun á því og fara með það yfir og ég ætla að fara með það yfir í hingað þá. Það sem ég er þá að gera núna er þá það að í main forritinu að þá getum við sagt í staðan fyrir að segja Ísland.lesa, þá getum við bara sagt C-in píla Ísland og þá ekkert punktur lesa á eftir. Svona. Þá við erum að útfæra þennan virkja hér. Og til þess að útfæra hann, að þá gerum við raunin alveg það sama, við segjum friend, nema hér er þá í stream, að þetta er inntaksstraumur sem við ætlum að skila tilbaka, en
þessi virki, hann tekur sem þetta innstrím vinstra megin og tilvika klassan land hægra megin og hann heitir operator þetta og skilar strömmnum aftur til þess að við getum sett sé inn Ísland, píla, píla, Danmörk til þess að lesa bæði Ísland og Danmörk í einni skipun í rauninni bara og ef við þá útfærum sem sagt þennan hérna operator ef ég fer nú bara og kópir hann aftur til að skoða ég veit ekki ég vona hérna ég gæti náttúrulega sýnt þetta allt saman bara á þessu ákveðna dæmi sem ég er búinn að gera en mér kannski sýnst að með því að taka þetta svona alltaf eitt í einu að þá skilur það sér betur hvað við erum að gera þannig að ég ætla að bæta við útfærsluna þessu virkja hérna og þá þurfum við að segja þetta er þá yfirlýsingin í rauninni alveg eins og áður nema við sleppum frendinu með sömu rökum áður þetta er bara fall sem er ekki fall í klassan en þetta er vinafall og hér þurfum við að segja þá sé out name of country og hér tökum við inn tilvikið þannig í staðan fyrir að segja sé inn bara sé nafn þá segjum við sé inn land.sé nafn við erum að lesa inn landið sem að við fáum mynd inn sem færibreytu hægra megin eða ekki og það er færibreytan eða tilvikið sem heitir LND þannig að það er snöður að segja sé inn LND.sé nafn og svo framvegis en öðru leyti er þetta alveg eins. Það ekki líka vera ENS í staðið? Hvað segirðu? Það ekki líka vera ENS í staðið síðan? Jú, svo þarf að vera alveg rétt. Ég hef glemt að kópera það hérna úr þessu dæmi. ENS hérna, annars notar hann, annars ef ég myndi reyna að lesa upp úr skrá, að þá myndum samt reyna að lesa af hérna, ekki upp úr skráni heldur en út í hérna. Þannig að hér þarf að vera ENS. Takk fyrir. Svona og hér þarf að vera líka return þá ENS eða ekki svona til þess að ég geti notað þetta aftur og aftur en þegar ég að segja hérna ég ætla að skila strömmnum hér þannig ef ég þýði þetta núna ég ætla að það keyrist upp og kannski marklaust að vera að keyra endilega aftur en þið fattið hvað ég er búinn að gera þetta ekki að sem sagt við erum bara búin að gera þetta hér nú ef við vildum taka eitthvað til dæmis samlagningavirkja að geta sagt eitthvað svona land eitthvað sameina til dæmis þá ætla ég að sameina þessi tvö lönd Ísland og Danmörk og þá get ég sagt hérna sameinað tekur gildið hvað, Ísland pluss Danmörk hvað segir við, sameinað Ísland já, ok, takk svona sem sagt hér er þá markmið að geta gert eitthvað svona og þá náttúrulega ef við erum að tengja saman tvö lönd þetta er líka mjög ágætis dæmi út af því litið að mönnum finnst svolítið skrítið af hverju þarf að útfæra plúsvirkja þarf ekki bara leggja saman alla liði en hér náttúrulega þýðir að það er kannski ekkit alveg lógískt hvernig við saminum tvö lönd hvernig hvað til dæmis á nafni að verða eða eitthvað sko og hérna en ok, við þurfum þá núna að búa til plúsvirkjan og ef við spáum í hvernig yfirlýsum við þennan plúsvirkja þá getum við í rauninni farið kannski bara sömu leið hérna ég ætla nú bara að kópera hérna þetta hér í stream og nú ætla ég að segja ok hvað ætti plúsvirkjinn að skila hvað segir það hann þá stílaði það ekki tilvika á landinu þannig að þá segir land og hann heitir þá plús og hann tekur inn tilvika landi og kannski ég kalli þetta hérna left sem sagt þetta er bara vinstra tilvikið af því nú erum við að vinna með tvö tilvik og hann tekur tilvik af landi ég get að kalla það ríki right eitthvað því líkt þannig að
svona gætum við útfært það sem dæmi. Nú og við spáum í hvað þurftum við þá að sem sagt gera ef við tekjum hérna plúsvirkjan. Við getum sendið þetta inn sem tilvísunarbreytu eða gildisfæribreytu. Kannski senda eins inn sem tilvísunarfæribreytu hér, fyrst ég verður með það í fyrirmyndinni. Tilvísun. Ég kannski bæti einu við líka, hérna, það þá ekki eins og nákvæmlega eins og í fyrirmyndinu sem ég setti þarna inn. Ef að ég ger eitthvað svona, ég segi eins og hér segi sameinað sama sem Ísland pluss Danmörk, væri þá ekki mjög óeðlilegt að upplýsingarnar Ísland myndu breytast eða hvað? Inn í þessu falli, þessu plúsfalli, ef að það væri allt í einu komið þannig að Ísland væri orðið eitthvað öðruvísi heldur en það var, væri það ekki mjög óeðlilegt? Þannig að þetta svona dæmigert að við myndum vilja segja, ef við viljum nota svona, agaða forritun, að þá myndum við einhvern veginn vilja tryggja það þegar ég útfæri þetta fall að Ísland breytist ekki. Og hérna, ég lendir reynda þá í basli. Jæja, við skulum bara lenda í basli. Hérna, þannig við viljum tryggja það að Ísland, þá getum við sagt eitthvað svona konst og konst. Ég þetta sé, Svona, hérna erum við bara að segja það að þegar við keyrum henni operator, þá viljum við hvort ég að vinstra tilviki nema nýja hægra tilviki breytist. Ok, við skulum svo útfæra þennan operator og þá þurfum við bara að ákveða hvað viljum við gera. Já, við vildum kannski íbúafjöldin bara leggja saman, stærðin leggja saman, hérna, hvað við segja, nafnið, þá fáum við sameina nafn eða landi sem stærra ráðið nafninu, ég veit það ekki. Hérna, við skulum bara tengja það saman og þá hérna, best að fara bara í hérna, sem sagt, þannig að við þurfum þá það sem við þurfum að gera, það ekki, að við ætlum að skila einhverju nýju landi, það ekki. Þannig að það skilar til dag, eins og við vorum að tala um það skilar tilbaka tilvik á klassanum landi, það ekki, pluss operatorinn. Og þannig að þá þarf ég að búa til hérna tilvik, sem við getum þess að kalla temp. Og svo getum við sagt hérna temp, við þurfum að stilla stærðina, og hér er bara verið að segja, ok, nýja landið, þá leggjum við saman stærðina á báðum löndunum og þau heita þá hérna, tilvikin heita left og right, eða ekki. Þannig að við leggjum þá saman stærðina á báðum löndunum, íbúafjöldin, leggjum saman íbúafjöldan í báðum löndunum. Nú, hérna nafnið er karate fylki, þannig að við getum ekki sagt, ef við spáum fyrst eins og með álfuna, hérna sagt ég að álfan, nafni á nýja álfunni, já það er þá nafni á álfunni sem að vinstra tilheyrir pluss nafni á það sem hægra tilheyrir. Þannig að ef bæði væri Evrópu þá væri nýja álfan Evrópa, eða ekki, sem væri kannski ekkert sniðugt. Ef ekki bara að leyfa vinstri aðilanum að ráða nafninu, en ég ætla þá bara að hafa þetta svona. Ég veit ekki, ef við viljum hafa bæði nöfnin í nafninu á landinu, þá myndum við þurfa að gera einhvern veginn svona, eða ekki. Ég seti inn hérna, left, vinstra nafnið kemur fyrst inn í þetta temp, hægra nafnið kemur svo. Og hér þurfum við þá að nota STR, CAT. Og það er enda þarna sem við lendum í svolítið bastni. Ég seti inn hérna konst í yfirlýsinguna, þannig að ég ætla líka að setja konst hérna. Svona. Prófum að þýða þetta. Datt út hljóðið.
Ég vitlaust með batteri. Ok, þá kom hljóðið aftur. Hérna ég ætla að setja konst á báðum stöðum. Nú ætla ég að prófa að þýða þetta. Og núna kemur eitthvað hérna error. Int land.is stærð is private. Int land.is stærð er private. Af hverju kemur það? Við erum með þetta sem frendfall allt saman, ok. Ég ætla hérna aðeins að, þetta kemur óvart að komið þessi villumelding. Hérna, ég ætla að taka ganni út hérna þetta konst sem ég setti inn til að byrja með. Við skulum svo pæla aðeins betur í því á eftir. Sem sagt, já, nei, ég var ekki búinn að setja konst hér. Hvað er, ég er alveg orðinn. Ég bætti við öðrum megin en ekki hinum megin. Já, nei, þetta er hérna, svona átt að vera. Ég var því að vitlaust forrit. One error hér. Undefined references, operator plus, land, const, land, const. Ég hef greinilega ekki unnið mér til hagræðis hérna. Ég hef sett þetta inn í vitlausan klasa, sýndist mér. Þannig að stundum græði maður ekki að því að reyna hérna að vinna sér til hagræðis. Ég ætla að setja hérna plus operatorinn. Hann á að fara inn í þennan nýja klasa okkar hérna. Og er það ekki rétt hjá mér? Þetta, jú, hann plus operatorinn vantar hérna. Svona. Og hann er með konstant tilvísun. Og uppi er hann líka með konstant tilvísun. Skulum prófa að þýða þetta núna. Ok, þetta gekk upp hjá okkur. Og hérna, og við erum búin að setja inn þetta lykilorð konstant hér og þetta gekk. Þannig að núna ætti þetta virka þegar ég segi sameinað, það er semst Íslands.Danmörk. Ég get prófað að segja núna cout sameinað. Svona, ef við hafa píla enda líka. Nei. Svona. Og þetta þýðist. Og ég ætla að prófa að ranna þetta þá núna. Þannig að hvað skýður það núna? Name of country, ég ætla að segja bara ESL. Fyrst fyrir Ísland. Number of inhabitants, ég ætla bara að segja hérna eitthvað 100. Size in square kilometers 200. Continent, ég ætla bara að segja, já, það var bara, ég ætla að segja Evrópa hér. Það var bara kontinentið á vinstri færibrettinu sem fór inn. Og síðan kemur hvað stíði núna? Name of country. Ég held ég sé alveg að fara að ruggla þessu fyrirlestri. Hvað segi ég hérna? Hvað stíði núna hjá mér? Land Ísland, land Danmörk, Sén Ísland, ég sló hann hérna fyrir Ísland, svo skrifaði ég cout Ísland, land sameinað saman sem Ísland plus Danmörk. Ok, ég fór aldrei á las fyrir Danmörk, þannig að Danmörk er bara 0, 0 og 0 eða ekki. Þannig að ok, þannig að hún fór beint í þennan sameinað, lagði saman Ísland og Danmörk og svo segi ég cout sameinað, þá skrifa hún fyrir sameinaða landið. Þannig að þetta var eðlilegt, ég sló bara inn fyrir Ísland og svo kom hérna name of country, hérna erum þá að skrifa nafn sameinaða landsins. Hvað er það? ES, að því ESL, ég sló inn nafn Íslands væri ESL og
og síðan nafni á Danmörku bara no-name, af því ég las ekki neitt inn. Þetta fór bara í færibreytilegs og smiðin sem sett inn no-name. Þannig að þetta var ósköp eðlilegt. Að það kemur þá nafnið þetta sameina nafn kontinent Evrópa, við ætlum bara að nota nafni á vinstralandinu, var það ekki? Og þegar ég sagði núna, hér Ísland var vinstralandi, þannig að hann tók nafni á Íslandi, eða ekki? Og álfuna í vinstralandinu, sem evra, sæsi 200, sem ég setti 200 fyrir Ísland, en sæsi á Danmörku var 0 og density það þá væntanlega bara deilt upp á sama hátt. Tíminn að vera búinn? Búinn. Við erum þá allavega búin að búa til þennan operator sem leggur saman 2 tilvika löndum. Það sem ég langaði hins vegar að hnykkja á, en kom ekki alveg nógu vel fram í þessu sem ég var að gera núna, að það var, þegar ég hef þetta konst þá þýðir að við getum ekki breytt tilvikinu, og ef við köllum á fall sem hugsanlega breytir tilvikinu, þá gerum við líka athugasemd. Ég hélt hún myndi gera athugasemd þegar við köllum á STR-CPI fallið, en það þá líklega þannig að STR-CPI fallið yfirlýst þannig að það sé ekki hægt að sem konstant fall. Ég ætla að hnykkja aðeins á betur þessu á mánudaginn, en síðan höldum við bara, það tekur einhverja 5 eða 10 mínútur, síðan held ég áfram bara það sem frá var horfið. Ég vona að menn hafi haft eitthvað gagn að þessu þó ég hafi lent í svolítið basli. Takk.